Lambakórna frá KS lykillinn að dýrindis veislumáltíð. Kokkarnir á N4 í boði KS. Kjöt frá KS, engu öðru líkt. Í þessum þætti ætlum við að kíkja heim í eldhús og leika okkur örlítið að sultugerð. Hitta matreiðslumennina og Bocuse d'Or farana Sigurð Helgason og Þráin Frey Vigfússon. En Sigurður yfirri matreiðslumaður grillsins á Hótel Sögu og okkar nýjasti Bocuse d'Or fari. Þráin matreiðslumaður á Lava restaurant í Bláa Lóninu og vann keppnina matreiðslumann ársins árið 2007 og verið fyrirliði kokkalandsliðsins nokkurt skeið. Þráin einnig búin að fara út sem þjálfari Bocuse keppanda og því komið að flestum hliðum þessarar hörðustu matreiðslukeppni í heimi, sem við skulum nú forvitnast örlítið meira um. Bocuse d'Or matreiðslukeppnin haldin annað ár í Lyon í Frakklandi og ber nafn hins virta matreiðslumeistara Paul Bocuse. Keppnin hefur verið haldin síðan 1987 þar sem færri þjóðir komast að en vilja og aðeins eftir að hafa sigrað forkeppni úr sinni heimsálfu. Bocuse d'Or því oft kölluð hinn eina sanna heimsmeistarakeppni í matreiðslu. Árangur íslenskra matreiðslumanna hefur vægast sagt verið glæsilegur og sýnir tölfræðin að Íslendingar í hópi þeirra allra bestu. Það því óhætt að krefjast áframhaldandi árangurs í komandi keppnum. En áður en við förum á grillið á Hótel Sögu hittum við Þráin við Þverá í Borgarfirði, þar sem hann var að elda ofan í svanga veiðimenn og okkur svanga sjónvarpsmenn að norðan. Jæja Þráin, selur, skötuselur. Já, það alveg besta grillið sem hægt að fá á fisk. Þéttur. Mjög svo. Góður. Menn segja oft ef að ekki hægt að ná í humar, þá bara nærðu í skötusel. Já, nákvæmlega, það svona... Og klassíska sagan fyrir 20 árum, þá var þessu hent. Já, klálega. Og þetta líka það alveg beinlaus, maður ekki að pilla niður bein úr honum. Og hann kemur bara, hann getur fengið að svona í að fiskjala. Já. Og besti fiskurinn á grillið þannig að hann svo þéttur, eins og segir. Þannig ég ætla nú bara að hafa þetta einfalt og bara skera niður í einhverja steikur. Já. Og marina hann rétt bara. Og við fórum í garðinn, klipptum nokkra jurtir. Hvað ætlarðu að gera við þessar jurtir? Við ætlum bara að nota jurtinn úr garðinum aðallega á skötuselinn. Svo ætlum við að setja hendi í svona græna sósu. Svona útgáfu, svona salsa verde eins og oft kallað, svona með jurtum bara olíu. Svona einfalt, svona gott með grillinu. En hvað náðurðu nú að elda í Lyon? Það var nú skötusel líka. Það ekki? Jú. Og? Það var fiskur og kjöt? Það var fiskur og kjöt og lamb. Þannig þetta var nú svolítið okkar heima héraði svona hráefni? Mjög svo. Það var akkurat hann var reynda frá Skotlandi, ekki skoður á Nei. Segir svona, sama. Sama hafið, annað land. Þannig að en þetta var hörkukeppni svolítið og mikið spenna og mikið aksjón í þessu. Hvað hugsar maður þegar maður lappar inn í búrið og klukkan fer af stað? Eitthvað? Það eiginlega ekkert hugsað, það er bara að byrja það. Þetta búið að æfa þetta svo mikið að þetta eru allt svona sjálfvirkt bara. Og leið og klukkan var í stað þá fauk stressið Já. Stressið aðalega bara þegar maður er að byrja að bíða og það er verið að taka út eldhúsið og það er svona, maður veit, þá ræðir maður ekki alveg við það, en svo leið tíminn kominn af stað, þá er þetta eiginlega bara algjörlega í okkar höndum, mér og Bjarna á þeim tíma. Og hvað ertu með langan tíma inn í búrinu, inn í eldhúsi? Inn í búrinu það eru 5 tímar og svo í fyrsta rétt sem þá fiskrétturinn og svo það þá 35 mínútur í kjötið. Þannig að þú hefur mjög takmarkaða tíma á milli. 5,5 tíma og eldað fyrir dómarapanelinn. Hvað það margir? 14 manns. 14 manns. Þannig að þetta samt svona, það mikið gert á 5 tímum samt. Já, það hlaupið. Já, það mjög hlaupið. Herðu, ég búinn að saxa niður bara jurtinn á garðinu sem var timjan, rósmarín og sinsilja, pínuhvítlaukur, ólíuolía og ætlum bara svona aðeins að dressa hann og marina hann upp úr því. Grillið eru sjónandi. Grillið að hitna. Setja jurtinnar hérna. Er ekki makað þessu eitthvað? Jú, vel. Þannig er restin á
Svo svona pínu sítrónu, svona börkur. Já. Gefur þessu svona aðeins. Það er vanmetið krydd, sítrónan. Algjörlega. Við notum svolítið of lítið þessu heima. Börkurinn er krydd. Krydd. Og safinn í sósurnar. Já, nákvæmlega. Þannig að hérna erum við búin að salta þetta aðeins að leiða þessu að liggja. Fínt að leiða þessu að liggja, gera þetta kannski svona klukkutíma áður þegar maður byrjar að elda. En það hefur nú væntanlega verið aðeins meiri gír með þér þegar þú fórst út, heldur en hérna litla borðið okkar við grillið núna. Heldur betur, það var svona mikið apparat, það var bara tonn af dóti sko. 1000 kíló. Já, til að elda fyrir 14 manns, er það ekki svolítið of mikið eða? Jó, Þú gerir það ekki heima, þú eldar við 14 heima létt bara fyrir, með ekki 50 kíló sko. Við tökum ekki tonnið. Nei. Herra, við ætlum að grilla pínu aspas með þessu. Já. Og ég bara brýta svona. Kannski að þú tekur hérna restina, það hjálpar, það brotnar henni við trénaðapartinn. Við erum að nýta eitthvað. Já. Þannig að þetta þýðir bara að trénaði parturinn, hann er farinn og eftir situr gullfallegur aspas. Sem bara klár á grillið. Herra, við ætlum að dressa hérna vorlauk og aspas. Vorlaukurinn er bara klár, ég er búinn að reyna aðeins hreinsa hann. Já. Þannig að bara svo dressum hann líka hérna upp úr pínu olíu. Ég er með pínu sítrónolíu. Ég ætla að læða með þetta. Og hérna, hún er bara svona, getur keypt út í búð, einfalt. Búið að fá pínu bragð í sig. Söltum þetta hérna. Þó maður hafi þetta einfalt, þá eru þessi smáatriði svolítið mikilvæg. Já. Til þess að opna bragðið í matnum okkar. Þetta er nú bara klárt til að fara á grillið hjá okkur. Já. Við kannski vindum okkur í það á meðan myndi ég saksa í grænusósuna. Það er vel heitt maður. Ég er hérna að saksa niður steinselju og kóriander í sósuna. Saksu það svona fínt. Þarf ekki að vera ógulega fínt en fínt að svona merjana aðeins og fá bragðið. Opna bragðið. Þú kemur út til Frakklands. Varstu búinn að fara eitthvað? Vissur eitthvað við hverju var að búast? Aðstæður úti? Ég var búinn að fara nokkuð til Frakklands og búinn að fara á keppnina áður og horfa. Þannig að ég sá okkur þeirra þriggja keppti og Viktor. Já. Og búinn að náttúrulega kynna svona aðstæðum og hvernig þeir æfðu sig fyrir það, fylgdist með því öllu ferlinu. Þannig að ég hafði svona samanburðinn. Þannig að það er svona mikilvægt við þessa keppni eins og alltaf að læra af bara það sem aðrir hafa gert og hvernig aðrir gerðu það. Menn alltaf að vinna svona keppni. Já. Og við Íslendingar höfum nú aldeilis verið að sýna frábæran árangur gegnum árin. Já, við höfum verið þarna uppi með þeim alltaf í topp 9. Já. Og svona upp og niður. Þannig að við höfum alltaf verið, það eru mörg lönd sem hafa ekki nátt svona árangri. Stóru lönd í Evrópu. Herði, við erum ekki bara að borða skötusel, við erum að hafa eitthvað með honum. Já, það ekki. Hérna ertu búinn að henda í salsaverði. Já. Kryddjurtir, laukur, kapers, olía. Pínu svona sjálfátt laukur, hvítlaukurinn og olíuolía, svo salt. Eins og fersk. Já. Og svo setja ég rífi út í hana líka aftur. Svona sítrónubörk. Hann er bara að detta hérna hjá okkur körlunum. Tökum hérna minnsta bitann. Það er mikilvægt að tímasetja svolítið stóran bita, lítinn bita, þetta þarf ekki allt saman tíman. Nákvæmlega. Það er mjög rétt hjá þér, það er svona að fylgja þessu. Þú ætlar að grilla svo aspasinn og vorlauki fyrir mig. Er það ekki? Það er bara að svipað.
Ég bara orðinn svangur. Ekki smakka þetta bara. Ekki komið að því? Jú. Það er að dúna mjög. Eitt svona. Sumarlegt. Sumarlegt og gott. Nú deilum við. Nú deilum við saman. Grillbræður. Bræður í Þverárhlíð. Borgarfirðinum. Í svona góðu veiðiveðri. Ég vona að veiðimennirnir verði sáttir þegar þeir koma inn. Nú ef það engin veiði, þá var í þínu verkahring að gera annað bara. Já, það var pressa kokkinn. Þetta er rosalega ferskt. Þetta er svona sumar. Þráinn, takk kærlega fyrir að gefa okkur nokkra mínútur í Þveránni og við ætlum að halda áfram leita okkur að Bocuse kokkunum okkar og athuga hvað er trixið. Gangi vel, gaman að sjá þið. Takk fyrir okkur. Jæja, nú á ég rabarbara og bláber. Hvað gerir maður við það? Jú, auðvitað sultu. Þetta er ekki flókið. Þessi bara er úr garðinum hjá mér. Og bláberin átti ég nú bara frosinn úr búðinni. En það sem við ætlum að gera öðruvísi núna við sultun okkar er að við ætlum ekki að nota neinn sykur. Og á meðan að rabarbarinn og berin eru að taka sig, þá ætlum við að krydda sultun okkar. Og við getum gert það á ýmsa vegu. Við getum til dæmis gert það með appelsínuburk. Við getum gert það með kanil og við getum gert það til dæmis með smá vanillu. Og þá erum við búin að lyfta gömlu góðu rabarbara og bláberasultunni á aðeins hærra plan. Og við látum bara börkinn vera með og tökum kannski sítrónu í bláberinn. Rabarbarinn er náttúrulega súr, þannig að við erum ekkert að bæta meiri sýr í hann. Og stevia, 200 sinnum sterkari heldur en venjulegur sykur. Og af þessu þurfum við bara nokkra dropa. Sæt og góð sulta, en engin sykur. Svo er það er alltaf eitt trix, að það eru chíafræin okkar. Þau geta komið í staðinn fyrir melatínið sem við erum að kaupa til þess að setja í sultun okkar, hleyperinn. Því að chíafræin sjá til þess að sultan okkar þyknar líka. Nú er ekkert annað en að gera. Horfa á sultuna laga sig sjálfa. Þetta tók örugglega hátt í 3 mínútur og höfum bara krukkurnar tilbúnar. Siggi, áður en við fórum að trufla þig hérna á grillinu á vaktinni, sendum við lambaöxl. Það er náttúrulega ekkert annað en hluti af frampartinum eða hvað? Já, klálega. Kallað lambabóu líka. En þetta er svona herðablaðið og leggurinn þar fyrir framan hluti og er alveg æðislegt hráefni. Þessi er úr Skagafirðinum. Já. Hvað getum við gert? Þetta er nú væntanlega, við þurfum að elda þetta einhvern veginn öðruvísi heldur en kannski filleið eða lærið okkar. Hvernig handlum við þetta? Svona mín uppáhaldsaðferð við að elda þessa lambaöxl er að
sem sagt bara gamla móðsteikingi. Já. Svona nánast í það sem amma gerði. Já. En mér finnst alveg frábært að langtíma elda þetta, gefa þessu góðan tíma í ofni á lágum hita. Þetta sér alveg sig sjálft og gefur mann í leiðinni bara sósuna. Þannig að maður heila slá 2 flugur í einu höggi og færir rauninni frábæra sósu með steikinu. Og hvað setur yfir? Ætlum við að... Það sem í svolítið uppáhaldi á mér, það að nota krækiberjasafa til að elda kjötið í. Það aldrei flott ef maður á krækiber í fristinum aðeins að sjóða upp á þeim og hella yfir það eitthvað. Já, það sem ég geri ég sjálfsögðu ég krydda lærið með salt og pipar fyrst. Piparinn. Ég kann ennþá á piparkortinu. Þú veist ekki í galla. Það gleymir sig. Já. Er ekki þegar þú heldur þessi nóg og aðeins meira? Já, og svo aðeins og þessa líka. Ég held að við erum alltaf að passa að gleyma ekki að krydda matinn okkar. Nákvæmlega. Við erum með frábært hráefni, en það er ótrúlega hvað einföldustu hlutir eins og salt og pipar gera. Sérstaklega svona stykki eins og lambalæri og svona öxl, þykk og mikil stykki, þau þola vel að kryddi. Já. Þetta brúnaði núna næst og svo komum við með það sem ég seti yfir kjötið í eldunum. Skellum eins og grill. Glæsilegt. Siggi, við brúnuðum þetta. Já, eða grilliðum þetta heldur. Þetta erum við búin að grilla. Að sjálfsögðu líka hægt að brúna þetta af í ofni, til dæmis 200 gráður í cirka 10 mínútur. Já. Og ekkert síðri útkoma. En ég ákvað að grilla þetta í þetta sinn. En þú minntist á krækiber? Já, ég er með krækiberjarsafa sem er 100% bara hreinn kaldpressaður safi úr krækiberjum. Þessi safi til dæmis fæst í betri verslunum, en að sjálfsögðu líka hægt að ef maður á krækiberju fristinum að gera sinn eigin. Það sem ég geri sem sagt, að krækiberjasafan síði ég niður helming og það er hreinlega bara til að fá meira power eða kraft í safan. Já. Þetta er svona svipað og maður væri að nota rauðvín á steikina og sjálfsögðu er líka hægt að fara aðra leiðir. Það er hægt að í soð eða jafnvel í rauðvín? Já, nota villt krydd úr náttúrunni eða rauninni bara hvað sem fólki dettur í hug. Þannig ímyndunaraflið getur aðeins fengið að ráða í kryddum. Ég er sem sagt búinn að skera grænmeti og þetta er mjög basic. Þetta eru hvítlaukur. Aðeins búinn að opna hann? Aðeins búinn að merja hann til að opna hann. Það er bara Já, það er bara eitthvað sem maður lætur vaða á. Laukur, gulrætur og hvítlaukur og smá selleri. Þetta bara læti ég vaða í. Er ekki svolítið þegar við erum að elda þetta lengi Siggi, að skera þetta ekki of smátt ef maður ætlar að vill borða þetta á eftir? Jú. Er það ekki að hafa þetta eins og svona gaura? Ef þú ætlar að nota grænmeti sem meðlæti eftir eldun, þá bara svolítið stóra gaura og jafnvel stærri. Út af að þetta kjöt er svo lengi í eldun. Svo hreinlega bara helli ég krækiberjasafanum yfir. Það er alltaf fallegur litur á krækiberjum. Svo er ég með smásóð, kjúklingasóð. Já. Og rauninni hjálpar okkur bara að eignast sósuna eftir á. Sjálfsögðu við gerum okkar eigið sóð hér, en það má nota kraft í þetta. Bara leysa upp eitt teining í smá vatni. Þetta elda ég sem sagt núna á 80 gráðum í 7 klukkutíma. 7 klukkutíma Siggi? Það eru ansi margir kaffibollar.
Já, Við þurfum bara að koma aftur seinni í kvöld og taka á þessu. heldur betur. Það við förum bara og hvílum okkur. Nema hvað ég var búinn að græja aðra steik. Það gamla trixið, sko. Það kokkatrixið. Skipta. Þannig að við verðum ekki inn í allan dag. Nei. En hendum þessum inn í ofn. Heyrðu, við tókum trixið. Þú varst búinn að elda hérna áður en við komum. Já. En hér ertu með, sumum finnst þetta nú skrítið, rót. Já, seljurót eða seljurót. Þetta þetta uppáhalds hráefni hjá mér. Þetta hráefni sem ég notaði í fórkeppnina í Búkustór. Og ég ætla að taka bragðfaktor á þessu sem ég notaði mitt í keppnina. Og það sem ég gerði þar, ég heilbakaði rótina. Bara eins og hún kemur fyrir? Bara eins og hún kemur fyrir. Ég bakaði hana í salti sem ég freisteraði svo á fatinu. En ég ætla að taka aðeins heimilisvænni útgáfu. Já. Og baka rótina heila, bara eins og bökun og kartöflu í álpapír í ofni. Og það á 200 gráðum í 2 tíma. 200 gráður í 2 tíma? Þá maður búinn að ná mýktinni í gegn. Þannig að þetta í rauninni eins og bökun og kartöfla. Og alveg verður æðislega djúsi og skemmtilegt. Það í rauninni, þegar ég tek svo úr ofninum, þá bara skræli ég hýðið af eftir á og ríf hana svona náttúrulega niður. Þá ég með hér sem ég var búinn að útbúa. Svona bita sem ég var búinn að rífa niður í höndunum og steiki svo á pönnu. Þetta ætla ég svo að dressa með hnetuolíu, heslihnetuolíu sem alveg æðislega á einstaklega vel við. Hún sæt og góð? Já, alveg dísæt og góð. Svo ég með, til að aðeins að rífa bragðið upp enn meira, smá svona ediklaug. Þetta það hægt að nota til dæmis eplaedik og þá blanda ég við það vatn og sykri og salti til að mýkja edikaáhrifin. Já. Og þetta alveg dásalegt eftir. Þú ætlar svo, tökum við rétt á hún setjum á diskinn steinselju. Steinselju? Þú ætlar að saxa fyrir okkur. Gott mál. Hérna stælja. Og hvað? Góða lúku? Já, bara svona netta lúku. Hérna á meðan þá ætla ég að steikja smá grænkál. En Siggi, þú varst nú ekki bara með seljurót. Nei. Það var undankeppni og svo fórstu til Lyon. Já. Í janúar, eftir 2-3 æfingar. Já, þetta voru eftirminnileg 2 ár. 2 ár? Sem sagt, svona frá því að ég ákvaði að fara í þetta og kýldi á þetta. Já. Þá þetta í rauninni svona 2 ára próf sem maður fer í gegnum í öllum undirbúning og öllum bakninu í kringum þetta. Já. Hvað fer í gegnum hugum hans þegar klukkan byrjar? Þú hefur 5 tíma til þess að elda fyrir 24, fisk og kjöt. Það sem ég hugsaði þarna morguninn þegar þetta byrjaði, það var í rauninni bara ein leið, ég ætlaði alla leið. Já. Og það var bara að halda fókus á það sem skipti máli. Það var í rauninni bara brettið, aðstofamaðurinn, þráinn fyrir framan búrið og það var bara það sem var inn í settinu. Hitt var bara farið Breytti þetta þér sem fagmanni? Já, klárlega. Sem matreiðslumanni? Alveg klárlega. Og þetta þroskar í rauninni mann sem fagmann mjög mikið. Já. Siggi, við getum ekki staðið og malað í allan dag, við verðum að fá okkur að borða. Ég held það. Hefur að kýla á þetta? Ég held það. Sá áðan að þú tókst líka safann úr bakkanum og settir hérna í pott. Já, sem sagt, ég sigtaði safann og sauða niður vel, alveg niður í 1/3 og þá erum við komið dásalega sósu.
þykkja hana bara örlítið og það náttúrulega hægt að fara nokkra leiðir í því. Það hægt að fara stuttu leiðina með maísina eða þá að gera smjörbollu og smá smjörteining í restina. Það eru til allskyns tricks. Sjálfsögðu. Borðum. Lýst mér vel á. Ég hérna með í rauninni bara súrdeigsbrauð sem ég reif niður og steikti í smjöri og fæ svona crunchy croutons eins og maður kalla, krydda og svo með þurrkuðum krækiberjum. Já. Og svo ég hérna með smá timjón. Þú ert búinn að koma krækiberjunum aftur inn? Já, sjálfsög. Smá aðalbláber. Það náttúrulega kemur óðbúslega gott power í sósuna þegar maður eldar þetta svona í róliheitum. Þá allan tíman kjötið að skila bragði í sósuna. Siggi, ég veit að þú ert mikill veiðimaður. Já. Þú varst að koma úr veiði. Já. Og ert að fara í veiði. Já, ég bara rétt kíkti við til að hitta ykkur og henda í rétt. Svo ég bara að fara að drífa mig í næsta veiði. Meðan að þú raðar stöngunum í bílinn, þá ætla ég að njóta lambsins. Lýst mér vel á. Siggi, takk kærlega fyrir að taka mót okkur og gangi allt í haginn. Takk, sömuleiðis. Lambakórna frá KS lykillinn að dýrindis veislumáltíð. Kokkarnir á N4 í boði KS. Kjöt frá KS, engu öðru líkt.